Það eitt sem við Íslendingar elskum að tala og höfum svo sem haft mikla hagsmuni af því að fylgjast með. Það hefur nú bara varðað lífið að dauða oft, ekki síst hér á árum áður. En það veðrið. Og ég held að veðuráhugi hann erfist að einhverju leyti. Ég held að jafnvel unga fólkið hafi áhuga á íslenska veðrinu og ræði veðrið. Og við höfum haft svona nokkra holdgervinga í Íslandssögunni sem að standa fyrir veðurumræðu, veðurspár. Og ég held að það sé óhætt að segja að í þeim hópi einn frumkvöðullinn á þessu sviði. Ég tengi hann svona mest við Stöð 2 hér á Árum áður. Þetta Siggi Stormur, Sigurður Þ. Ragnarsson og ég ætla aðeins að fá að kynnast manninum á bakvið veðurfræðinginn og fá einhvern hans hvað varðar íslenska sumarið 2025. Vertu velkomin Siggi. Takk að það nú kærlega fyrir og takk fyrir að bjóða mér í þessa frábæra aðstöðu sem að þið eru búin að koma ykkur hér upp. Þetta gaman að sjá og raunar hafa fylgst með ykkur en gaman að sjá. Takk að þér fyrir að koma. Mér hefist alltaf að maður sé að nema nýtt land þegar maður nær fólki hingað inn í þetta stúdíó sem ekki hefur komið áður á samstöðina og þú ert að koma hér í fyrsta skipti. Hér er ég að koma í fyrsta skipti sko, og ég held að þetta væri miklu minna heldur en þetta vegna þess að maður vandist í meðal annars, þegar hringbraut byrjar og þá þetta allt saman voðalega lítið og nánast mann að tipla á tánum til að þetta reka sig ekki í græjurnar. Það passar. en þannig að ég bara þetta kemur mjög óvart, skemmtilega óvart. Já, og við erum hér í ansi góðu stúdíói. Já. Og það eru margar myndavélar og það heyrist ekki bara í þér, þú ert líka í mynd. Já, það svoleiðis. Já, heyrðu, þá hefði ég nú rakað mig ef ég hefði vitað. Heyrðu Siggi, en okkar svona kunningsskapur, hann tegir sig nokkuð langt aftur. Já, ég var að vinna á Stöð 2 og þú varst að vinna á Stöð 2 og við kynntumst að ég held fyrst fyrir norðan. Já, einna best allavega. Einna best. Þegar þú varst næstuð í fókin út á Svölum í beinni útsendingu. Það var veðurteftur meira að segja þetta kvöld. Já, veðurteftur í brjáluðu veðri. En kannski rifum við það upp á eftir. En eins og ég nefndi hérna í kynningunni, ég ætla að fá hjá þér upplýsingar íslenska sumarið sem að margir upplifa hafi verið alveg einstaklega gott. Fá þið til þess að fara aðeins yfir það því að við lítum nú þannig á sem að því sé lokið núna. Já, september reyndar opinber sumarmánuður en hann að taka enda þannig að... En svo veðrið í dag, þá finnst mann eins og sumarið sé búið. Já, og það bara að tala á íslensku og þetta er búið spil í bili. Þetta er búið spil í bili. En fyrst ætla ég að spyrja þig þegar þú manst eftir þér sem ungum dreng í Hafnarfirði, fékkstu snemma áhuga á veðri? Já, ég held að það sé sko, þannig að ég er svona blendingur, ég er jarð- og veðurfræðingur og foreldrar mínir voru mikið hálendisfólk. Já. Og það sem að gerist þegar þú í hálendisferðum að þú ert alltaf að spá í veðrið og þú ert alltaf að reyna að sjá eitthvað nýtt og eitthvað fallegt og ég vildi skilja það líka. Þannig að þannig vefst ég inn í þetta svona hræri grauturinn veður og jarðfræði og það má ég að segja að ég fer snemma að bara svona herma eftir veðurfréttunum í útvarpinu. Þá var það þetta á Veðurstofu Íslands, veðrið klukkan 18, Reykjavík, norðan 4, skýjað, skyggni ágætt, hiti 4 stig. Þú lærst þetta mjög vel, ég. Þú engu gleymt. En nú svo fáir sem heyra þetta því miður að þetta er ekki sama, hvað að segja, þetta er ekki eins í dag eins og það var. Nei. En áhuginn hefur bara vaxið og ég þakka það líka kennurunum mínum, menntaskólakennurum sem að kenndu mér eðlisfræði og stærðfræði og raunar veðurfræði líka. Þannig að þar kom mikill áhugi og ég skrifaði ritgerðir þetta efni, veðurfræðina. Nú síðan koma nú ekki minni menn heldur en Markus Á. Einarsson heitinn sem var alveg svakalega
öflugur og en strangur, hann var aðjunkt í veðurfræði í Háskóla Íslands og kendi mér veðurfræði þar og það var mjög erfitt að fá 10 hjá honum, það var bara varla hægt held ég. Sem var alltaf markmiðið hjá þér. Sem var alltaf markmiðið, já, ég endaði með 9-2 hjá honum sko, þannig að ég var auðvitað mjög sáttur með það en það var öflugur maður, mikið lifandiskenningu var það almennlegur og öflugur maður og ég kann honum bara hennar bestu þakki fyrir að gera og búa til þennan mikla áhuga sem var á veðurfræði. Páll Bergþórsson kom að kennslu líka, það var aðeins með öðrum hætti en hann kendi líka veðurfræði í háskólanum og svona hefur eiginlega byggst undir þessa þekkingu og ég hef alltaf orðið meiri áhuga maður og grúskari vegna þess að síðan gerist það þegar að Ari Trausti hefur samband við mig þá ég ekki orðin veðurfræðingur sko, og þá ég veðurfréttamaður og ráðinn sem veðurfréttamaður á Stöð 2 og þar fer allt ballið að rúlla nema það að menn komast á því að gamli hlerinn, það er kannski einhverju hlustendur sem mun eftir gamla hleranum sem maður ýtti til og frá til að draga Íslandskortið inn á, það voru ekki takkar og tölvur og þá var farið í það að kaupa og þróa sem sagt veðurfréttir eins og við þekkjum þær og fara helst fram úr RÚV sem þeir sannarlega gerðu að mínum mati og þá þurfti maður að fara í hardcore veðurfræðinám til þess að geta skilið eitthvað í því sem maður var að taka á móti gögnunum sem maður var að taka á móti og þá var byggt upp og svo var byggt upp svo var veðurfréttum hætt á Stöð 2 en þær komu síðan aftur inn og þá fór sami prósessin í gang þannig að líf mitt ég var að segja bara hafi og eins og þetta orðið í dag þar sem að ég fer ekki út í búð öðruvísi en einhver spyrir mig hvernig veðrið verður helgina eða eitthvað slíkt sko þannig að áhuginn mikill og að þú talar um svona veðurankora sem verða stundu til þá svona svo algeng villa hjá fólki þegar spyr mann hvernig verður nú veðrið helgina þá gleymir það því alveg að það segir aldrei hvar það ætlar að vera þessa helgi sem það að spyrja og það fer nefnilega eftir því hvar ertu á Spáni, ertu á Suðurlandi, Norðurlandi og það lengsta sé svo svona athyglisverðasta spurning sem ég hef fengið hún var þannig að ég fæ spurningu frá hlustanda hvernig veðrið verði tiltekinn dag í júlímánuði og ég sendir þetta á tölvupósti og ég svara tölvupóstunum ég alveg til í að segja þér hvað í kortunum svona þetta var langtíma spá mjög langt þetta var gott ef þetta var ekki 2-3 mánaða spá ég alveg til í að reyna að segja hvernig það verður ég veit ekkert hvort það að marka það en fyrst af öllu þarf ég vita hvað það og hvar brúðkaupið verður og ég svara því þannig og allt góðu með það svo fer ég eitthvað yfir eitthvað og skoða þetta eitthvað og hvort þessi líkur á háan loftþrýstingi og svo framvegis og svo svara ég og þá kemur spurningin að hún ekki að spyrja á þessa ári heldur næsta ári ég man þetta alltaf vegna þess að mér fannst þetta svo ótrúleg spurning hvort að menn hafi verið að gera grín á mér ég veit það ekki en hún var alltaf hún gifti sig Hún hefði kannski átt að hafa sambandi við þig með löngum fyrirvara hún frænka mín sem að systurdóttir mín sem gifti sig einmitt í sumar í júlí á stað fyrir norðan og það sem var spennandi við það brúðkaup að þar voru allir gestir og aðstandendur að óska sér gólu það mátti ekki vera logn Það mátti ekki vera logn. Veistu að hverju? Nei. Af því að brúðkaupið fór fram á bökkum Mývatns í júlí og ef það hefði verið algjört logn þá hefði nú bara verið brekka að klára athöfnuna út af mýinu
Þannig að það var svona skemmtilegt dæmi það þannig að maður vildi aðeins skrúa upp. Já, ég segi nú ekki að við höfum beðið storm, nei, af því að það nú fínt viðurnefni. Ég var í fríi þá. Já, þú varst í fríi, en sem sagt lognið var helsti óvinnurinn og við vorum svo heppin með þessa athöfn að það blés svolítið akkurat á meðan gefa saman. Til að hafa mikið með það. Já, þakkaði fyrir, svo fjall vindurinn niður og þá bara þá vatnaði undir iljar fólk sem fór í allar áttir rétt eftir. Þetta engin þjóðsaga sem sagt, þetta með mýið. Það kom bara svart ský og lagðist yfir allt sko. Þetta bitmýið eða þetta svona? Nei, þetta var því svokallaða rykmý. Já. Sem að einmitt safnast saman í svona meiri stróka heldur en mývargurinn eins og við köllum hann. Já, þetta kallaði mývargur. Já, heima köllum við þetta mývarg. Þú ert þaðan. Já, ég er þaðan og ég man eftir því að þetta voru svona hálfguðir veðurfræðingarnar á RÚV við kassan. Pabbi og mamma báru mjög mikla virðingu fyrir þessum mönnum vegna þess að allt stóð og fjall með veðri. Ég næ svona í skottið á þessum gamla sveitar tíðaranda sem að kallast kannski frumstæðu tími með að við þær tækni úrlausnum sem við höfum í dag. Algjörlega. Og Mývatnssveit náttúrulega í 300 metra hæð yfir sjávarmáli, það var ekkert gefið að það væri hægt að setja bílana í gang ef frostið fór yfir ef það fór niður fyrir 20 stig eða eitthvað svoleiðis. Það var ekkert vist að það færi í gang. Það var nú sagt Land Roverinn að menn dræpi ekki á honum eftir nóvember, 1. nóvember. Ég man eftir þessu að það kom fyrir að það var ekki drepið á dísil Land Rover af ótta við að hann færi ekki aftur í gang. Og ég nefni þetta til sögunar svona með hvers konar hálfguðir þetta voru. Þeir höfðu ekki beint örlög Íslendinga í höndum sér en þeir spáðu fyrir örlög og ennþá eimir svolítið af þessu heyrist mér samanber það sem þú ert að segja að fólk stoppar þig út í kjörbúð og vill fá að heyra í þér. Já, heyra svona spyrja spurninga mis svona alvarlega en ég tek því bara vel og nú svo er fólk sem ætlar ekki að spyrja en heilsa mér einhver hluta vegna og fær svo alveg taugaáfall yfir í guð menn almáttur ég þekki það ekki neitt og en það þetta bara gamli góð íslenski siður en það ekki að heilsa fólki og við ættum bara að gera enn meira að því og horfast í augu. Já, og horfast í augu og tengjast Það er nú eitt sem en svo maður nefna varðandi af hverju voru þeir svona miklir guðir ef við lefum að kalla á það sem þá voru við og lásu veðurfréttirnar og gerðu spátnar að spátnar hafa breyst svo mikið að þetta eru alvöru veðurfræðingar sem voru að búa til hvert veðurkerfin væri að fara og hvernig þau myndu dýpka og hvar skilin myndu lenda á landinu frá eigin brjóstviti eiginlega bara frá eigin brjóstviti auðvitað höfðu þeir gögn frá veðurskipum og veðurtunglum og svona einhver gögn sem þeir gátu notað en sem dæmi að veðurspá á degi 3 núna, við förum 3 ætlum að skoða hvernig veðri verður á ef að segja bara 5. daginn og þá það mánudag, 3. dag, miðvikudag, 5. og 4 dagar veðurspá árið 1980 hún var jafn góð eins og dagur 3 í dag það er að segja að þegar við lesum spána fyrir þá mánudag, 3. miðvikudag fyrir miðvikudaginn þá og við segjum stundum við sjálft okkur þetta er nú á miðvikudaginn þetta er nú ekki alveg komið að þá var gæðin næsta sólarhrings í spánum í kringum 1980 að hún var svo sama þannig að þetta er meir en bylting þetta er eiginlega bara sprengja sem hefur átt sér stað í þessum fræðum og ekki síður hitt að til að fólk áttu sig á og það svo, mér alltaf svolítið illa við þegar fólk í símanum og það með eitt staðinni stendur Borgarnes það stendur stundum 8 það er ekki einu svona alltaf stundum bara hitafar og sólega rigning og klukkan hvað að byrja að rigna og svo framvegis Þetta vil ég meina getur verið hættulegt vegna þess að þú tapar svo mikið af veðri sem kann að vera á öðrum slóðum.
Já. Og til dæmis sá sem ætla síðan í þetta góða veður, eða þetta meinta góða veður, sem bundið þá kannski við Húsafell kannski, að hann getur lent í því að vera með hjólísi sitt í hávaðaroki bara á Kjalarnesinu til dæmis, eða eitthvað staðar þar sem að við Hafnarfjallið eða á þessari leið, og annað sem líka vont, og það að fólk fær ekki tilfinningu fyrir landslutunum. Fær fólk, ég kent svolítið, ég gott alltaf við kennslu reglulega og þykir það gaman. Og ég get sagt ykkur það sögu af það sem ég var að kenna veðurspár áfanga. Og þar var stúlka sem hún átti ári í stúdent, og það enda með því ég reyna að fá hana til að rekja hvert lagðin að fara. Og enda með því að hjálpinu og segja hún stefnir nú þarna á Bergen í Noregi. Og þá segir hún þessa spurningu, þá svarar hún með þannig, já veistu það, ég veit ekki hvar Noregur er. Og þá fór ég nú aðeins að spá og spöglvera, og þá komum við einmitt að því að hvað veðurfréttir eru mikið landafræðikennsla. Og þegar þú ert að horfa á kortið, þú heyrir að það talað vestanvert landið, hvar það, hvar sunnanvert landið, þú jafnvel getur heyrt ef svona hvar var hlýjast, það var kannski mestu hiti á landinu í dag var í Húsafelli, 23 stig, þá veistu hvar Húsafelli smátt og smátt lærir það, og nú Eyjafjörður, Akureyri og allir þessi staði, Seyðisfjörður, Stöðvarfjörður og það segir mér líka sögu frá einum sem rak hótel á Berufirði, að hann var svo ósáttur við að væri ekki veðurathugunarstöðvar, opinber. Og það sem máli snerist var það að hann kæmist aldrei í útvarpið, því að það var alltaf lesið klukkan 7 á kvöldin, þá var alltaf lesið mestur hiti á landinu í dag var á Vopnafirði. Og þá fekk Vopnafjörður alltaf auglýsingu, það var mestur hiti á Vopnafirði, það var svo algengt, En svo færðu þeir reynda veðurstöðina, þannig að þetta datt aðeins niður, en hann vildi, akkur vilja þeir aldrei auglýsa okkur þessi veðurfræðingar þarna? Hvað að þessu fólki að vilja ekki vera með í Berufirði með veðurathugunarstöð þar? Þetta svona sjálfsmyndarmál. Já, þetta svona sjálfsmyndarmál og reyna að fá ferðamenn, en þannig að veðurfréttir eru svo miklu meira en bara veðrið. Algjörlega. Og mér finnst nefnilega synd alveg í dag, til dæmis ef ég horfi á RÚV, að þau benda ekki á vestanvert landið, þau bara labba aðeins inn í kortið og setja svo hendinu út, og þá þau kannski að benda á Hofsjökul, en að tala Snæfellsnes. Og þetta finnst mér ekki vera góð þróun, að því að þetta landafræðikennsla, þetta í raun og veru mjög mikilvæg landafræðikennsla sem þarna fer fram. Það bara þannig. Já. En hvað árið fæddur, Siggi? Ég fæddur 1967. Ok, þú ert á svipuðum aldri og ég, það eru 2 ára milli okkar. Áttir þú ólst upp á heimili þar sem var loftvog og sástu foreldriðina banka í loftvogina? Já, það var það gert. Það nú kannski kemur til að því að pabbi var lærður skipstjóri og stýrimaður. Áður en hann kom í land og það var alltaf bankað í loftvogina, En það sem ég hef verið að reyna að kenna að fólk kunni að nota hana. Vegna þess að fólk kann ekkert að nota hana. Ég hef heyrt meiri sem menn segja að það banki í og það hreyfist þarna einhver píla og svo sér það bara einhvern annan taka þá að getur snúið honum bara eigin vild. En þetta tæki til þess að ef þegar aðalvísirinn bendir á 980 sem mjög lágur lofthristingur, þá átt að snúa örinni þannig að þessari sem hún getur snúið, setja hana yfir hina, þannig að þú sjáir þegar þú kemur næst að tækinu og bankar í, loftþrýstingurinn á uppleið og batnandi veður, eða loftþrýstingurinn á niðurleið og versnandi veður. Þannig að þetta eitt besta heimilistæki sem þetta miklu gagnlegra heldur en hárbustin, heldur en ekki hárbustin, heldur en hárblásarinn hjá konunni, Og ég man eftir því að, ég held að hver einasti dagur hafi endað á því að pabbi bankaði í loftvogina. Já, og það bara góð sviti og það segir mér að hann hefur verið að hugsa sitt, Já.
Nú erfitt að fá loftvogir, finnst mér. Já, það ekki á gjafalistum til dæmis. Nei. Það ekki mildsalt þar og svo fer maður í bæinn í bókabúð og það ekki til þar og jafnvel í tækjabúðir og það ekki til þar og ég hef nú átt Hauki hornið, það annars vegar það að kallið fór í land og pabbi og ég fékk að eiga loftvogina og svo það þessi Temu sem allir eru að tala að kaupa á Temu, þar eru loftvogir og bara við vinnaðastöðuna mína heima, ég sjálfstætt starfandi að þar ég með 3 loftvogir, berðar alltaf 3 saman sko, hvernig það hvort þær að fara í sömu átt, hvort þær fara jafn mikið í sömu átt eða hvort það einhver villa í einni þeirra mögulega og það hjálpa mér til að átta mig líka á veðrinu en konunni finnst þetta ekkert fallegt að hafa 3 loftvogir sko. En þú sagðir áðan að nákvæm áreiðanleiki veðurspár fyrir einhverjum áratugum jafnaðist á fyrir daginn, jafnaðist á við það sem væri spáð fyrir þriðja dag í dag. Já. En hvenar það sem að óvissan, á hvaða degi það sem að óvissan orðin svo mikil að við getum sagt að það sé ekki mikið að marka spá fram í tímann? Sko, það þannig að góð veðurspá verður til þannig að veðurfræðingur hann ber saman mismunandi líkön og ef að líkönin eru mjög ólík að þá ertu í smá vanda út í klípu og þá það þannig að þá tekin ákvörðun að við getum eiginlega orðað þannig að nota það sem að oftast reynist best sem að menn ekkert vissir þú veist það raunverulega ekki ef spárnar eru mjög út á suður þá veistu raunverulega ekkert hvernig veðri verður það bara svoleiðis en á hinn bóginn eru fleiri atriði sem að geta hjálpa til við að hvernig þetta allt saman þróast og það það að það eru keyrðar svokallar hvernig á ég að lýsa því það sem sagt það eru reikningarnir eru keyrðir í gegn aftur og aftur með handvirkum breytingum það að segja að þú ruglar tölvuna og segir að lægðin sé ekki 990 millibur heldur hún sé 1000 millibur eða svona til að einfalda máli bara til að fólk skilji þetta að þú dregur lægðina bara aðeins austar heldur en vestar og svo keyrur aftur í gegn og ef þú farið alltaf sömu niðurstöðina eða svo til sömu niðurstöðu þá nú spáin orðan ansi örugg og sérstaklega ef að hún harmonerar síðan við önnur líkön. Bandarísku líkönin eru náttúrulega mjög góð og við notum ekki mikið bandarískar veðurútreikninga í íslenska sjónvarpið en þeir eru alltaf skoðaðir og síðan evrópsku líkönin, þau eru bara mjög góð fyrir Ísland og mjög góð og svo koma náttúrulega fleiri, svo það að skoða svo margt, það að skoða hita í 100 metra hæð, það að skoða hitastig í 1500 metra hæð, hitastig í 5 kilometra hæð og svo framvist. Þannig getur mann átt að segja á hvernig hitastigulin á leiðinu og það ýmislegt svona sem hægt að nota og sem menn nota til að búa til veðurspá. En magnið gríðarlegt og svo farið að búa til þess að svona mikroveðurspá nánast, það ekki nota það orð alveg, það kannski sumi kalla það mikroveðurspár og vilja þá meina að það sé neðstu 10 centimetrarnir að mikroveðurspárnar að þær geti hjálpað okkur við að þétta riðilsnetið þannig að það verði bara 1 kílómetra milli reiknimöskva staðin fyrir þegar ég var að byrja að læra þá voru þeir 30, 50, 40 kílómetrar á milli reiknipunkta og það sagði manni það að maður gat tapað af veðri maður gat tapað og þá kom auðvitað þessi spurning hjá fólki það aldrei neitt að marka þessar veðurfræðinga þeir vita ekkert hvað þetta og var ekki Ómar Ragnarsson sem sagði þegar konan sagði Guðmundur, það flæði vatn allan bílinn hættu sér kjaftaði og lokaðu glugganum þeir spáðu sólskini og svona hefur verið gert grín á okkur og alltaf leið með það í sjálfu sér en við verðum einhvern veginn að átta okkur á því að þetta eru spár og við erum að reyna að gera okkar besta til að lesa úr því og
það sko þetta svo mikilvægt fyrir atvinnuvegina eins og sjávarútvegin, við sjáum bændurna og við sjáum bara ferðamennina og all hjólísinn og allt þetta er allt þetta háð vindi og háð veðri ætlaði ég að segja og við sjáum til dæmis eins og til dæmis bara í fornum veðurspám sem eru þá yfir frá 19. öld, 1800 og ég segi bara á 20. öldinni snemma að það var áhorfandi sem sendi mér bók og hún hét einmitt Fornar veðurspár og þar var verið að kenna mönnum að lesa í ský og lesa í svona náttúru fyrirbæri til þess að geta átt að sjá hvort að væri þurrkur eða bleita og svo kemur alltaf þetta reglulega og menn segja heyrðu, það ekki veit það ekki á gott ef saman frýs vetur og sumar og ég segi, jú, það veit á gott samkvæmt þjóðtrúni en þá gleyma margir sko að það kannski verið að spá fyrir og máltækið á þá fyrir bændur þeir vilja hafa þurrk og þeir vilja líka hafa rigningu þeir vilja hafa rigningu þegar grasið að spretta og þeir vilja hafa þurrk þegar það þarf að heyja Þetta er sprottið úr því þannig að það hefur ekkert með það að gera hvort þú átt hjólísi sem heitir Hobby eða GMC eða hvað þau heita nú öll þessi hjólísi sko. Og ef þú býrð á hverju skötinu þá skiptir það engu máli hvort það frýsir Akkurat, þá skiptir það bara nákvæmlega engu máli þannig að menn svona það oft talað breytingar á tilteknum dögum að þá breytist veður verður ekki sett að dagarnir í 18 bræður og þá vita menn heldur ekki hvort að veðri verði eins að tala að veðri verði eins í 18 daga það náttúrulega bara vittleysa þá segja hinir, já það ekki átt við 18 daga í röð bara einhver 18 daga yfir páskahátíðina og einhvern veginn svona, ég man þetta nú ekki alveg allt saman en fólk ofta að reikna þetta sko snúist allt sko að fara í ferðalag allar þessar góðu fréttir það hljóta að tengjast því við erum að fara í ferðalag á laugardaginn og það hlýtur að verða gott af því að var svo gott þarna á allra heilagramessu eða eitthvað slíkt sko En svona aðeins tengt þessu og áður en við förum í íslenska sumarið 2025 er ekki rétt munað hjá mér að þú spáðir þess ekki fínu sumri í fyrra og það var skítasumar og það var bara sumir voru bara alveg brjálaðir út í þig Já, það reyndar, við getum alveg talað það að það var alveg út af fyrir sig upplifelsi Jú, það rétt, ég spáði reyndar í fyrra ég spáði líka í ár og spátnar voru ekkert mjög ólíkar en það fór ansi illa í fyrra og það segir mér og það gerði mér smá hræddan í þeirri merkingu að ég hugsaði nú hætti ég nú að segja fólki frá því hvað gögnin að segja manni til svona langstíma Já, það segja, ég veit að en hinir vita ekki og ég veit það og ég leik mér með það og ég reyna að átta mig á því en hinir vita það ekki og ég hef hins vegar Varstu beinlínis fyrir aðkasti bara? Já, það var alveg kallað það auðvitað ekki á flógu eða neitt slíkt það var ekki slíkt en það komur svona neikvæða raddir og Siggi Stormur, hann kann nú ekki að í þessu og þó ég hafa nú orðið yfir 18 ára reynslu að búið til veðurspá búin að búa til sjálfsagt 20.000 ef ekki 100.000 veðurspáa að síðan kemur 1 ár sem að þetta fer í vaskinn og ég baðst nú reyndar afsökunar mér var bara sjálfsagt að gera það og en það var jú, menn þú ekki þarna maðurinn sem að spáði þessu góða sumri svona setningar fekk maður og ef eitthvað fer úrskeiðis í lífi okkar þá nú gott að hafa einhvern sökudól til að sparka í losa aðeins megin gremjum eða sparka í einhvern það ekki svolítið íslenskt það alltaf svona við leitum alltaf á sökudólkum og það svolítið mikið til í því og ég man ekki hvort að mann til fréttinni sem birtist að ég held í DFF það var mikið rigningasumar 1979 minnum mig Það var skítasumar fyrir norðan, ég man það Það var skítasumar fyrir norðan og það var víða mjög fúlt veður og það var sérstaklega mikið rigningasumar og þá hópaðist fólk og mótmælti við veðurstofuna
Þar kom alveg hópurinn saman og með kröfuspjöldin við viljum betra veður og við viljum betra veður, en þetta hefur engin áhrif. Ég get lofa fólki því, hafi kröfuspjöld einhvern tímann ekki virkað, þá virkar það ekki þarna. Við ráðum nákvæmlega ekkert hvernig þetta fer, við erum að reyna að gera okkar besta og ég veit að fólk vill fá að vita hvað svona, á hverju eigum við von? Eigum við von á einhverju rigningasumri? Eigum við von á einhverju rók og einhverju kuldum eða einhverju slíku. Fólk vill fá að vita þetta, ég vil fá að vita þetta. En auðvitað gerir fólk sér og það hlýtur að gera sér grein fyrir því að þetta ekki svona veðurlagsspár eins og það heita, þetta kallað tíðafarsspár eða veðurlagsspár, hvernig veðrið leggst yfir ákveðið tímabil, að þetta auðvitað bara til að hafa þetta reikna á hverjum degi og þetta meira til að svona styðjast við bara svona til gamans að það sé á ég að kaupa fettis í sumarið, á ég að sleppa því eða ætti ég kannski að kaupa sumarbústað, hann mikið betur ef það mikið rók eða eitthvað slíkt sko. En ef ég myndi spyrja gervigreindina verða rauð eða hvít jól í Reykjavík 24. desember næstkomandi myndum koma með eitthvað svar sem væri byggt á einhverju skynsemi? Ég hef prófað þetta. Samfærðist ekki. En það er mikið að gerast í þeim heimi og þetta er að verða fullkomnara og það gerist hratt. Þannig að kannski sjáum við upphaf þess á næstu áratugum að veðurfræðingurinn verði óþarfur líkt og við vitum að lestarstjórar víða sumstaðar í heiminum, það er einhver menn að stýra. Það er bara tölva sem stýrir og svo framvegis. Þannig að kannski verða það þannig að veðurfræðingar verða óþarfir og nú Bóko Milfont hann söng og það var vinsælt lag með þessi veðurfræðingar ljúga sagði hann í hvern textanum og hann var auðvitað grínast og ég greip að hann færi, hann var hjá okkur í útsendingu í Íslandi í dag og svo spilaði hann þar eitthvað lag og svo bara greip ég hann áður hann fór út úr stúdíónu því veðrið var næst á dagskrá og baði hann að koma með mér og vera bara fyrir fram að myndavélina og segja mér hvað hann ætti við og hann var ansið lúpulegur blessaðu kallinn en við erum góðvinir ég og Sittryggur þannig að Bóko Milfont hann söng þetta og þetta var vinsælt lag. Þetta nú skemmtilegt Siggi minn en þá nú loksins komið að því ég nefndi 24 í mínum huga þá var þetta eins og svart og hvítt sumarið 25 og 24 skítaveður í fyrra aldrei gott hvort sem ég var fyrir norðan eða hér fyrir sunnan ég held ég mun eftir sól í 1 eða 2 daga eða eitthvað svoleiðis en svo finnst mér svona mín upplifun á sumrinu núna sem að að líða að það hafi verið einstaklega gott það kom mér á óvart þegar ég sá í einhverju yfirliti frá veðurstofunni að hvort það var Trausti Jónsson sem var að gefa því stjörnur það kom mér á óvart það væri ekki enn betra því að mér fannst einhvern veginn að hefði verið þannig en hvernig var þetta sumar 25? Sko ef við gefum einhvern svona heilt yfir þá var þetta svona mello gott þetta var ekki meira nei, þetta er svona rétt rúmlega það sem gerir þetta sumar öðruvísi heldur en kannski við átt að venjast er að það startar með ákaflega eindreginni hitabylgju já, maíblíðan sem varði í 11 daga já og það er þannig að fá slíkt start það setur allt í gang, allur gróður fer í gang og það fer allt verið að taka við sér og þá er voðalega óheppilegt að vera að frista síðan í kjölfærið á því og eyðileggja jafnvel það sem að við eigum von á og skemma en þetta var sem betur fer að það slapp til og kom hret í júní 3. og 4. júní kom hret og sérstaklega fyrir norðan en ef við horfum svona einstaka mánuði hvað getur ímyndað að í maí, þessum góða maí hafi verið margir úrkomudagar
það sem úrkomu varð vart, ekki að hún sé lengi, heldur að úrkomu varð vart. Hvað getur ímyndaði bara svona, ég varaði ekki við þessari spurningu áður en við fórum hingað inn, þannig að það ekkert... Nei, hér ekkert skúaspil í gangi. Hér ekkert skúaspil í gangi. Ég skýt á 5. Skýtur á 5. Þeir voru 16 í maí. Já, þeir voru 16 í maí. Hvað þetta að segja? Já, þetta flaka mig hérna í beinni útsendingu. Nei, ég á þetta skilu. Nei, ég nú líka grínast að þetta voru 16 úrkomudagar í Reykjavík, en þeir voru 12 á Akureyri. Þannig að nú voru að tala maí. Þannig að sko þetta selektífa minnimanns, það hefur bara rammað inn þessa 11 daga þarna í röðu. Já, það má kannski segja það einhverju leyti og einhvað sem svona, hvað var að segja, einhvað sem ekki venjulegt, það man maður oft best þegar lengra fram í sækir, sko. Þetta bara eins og þú ferði jeppaferð og að springur þrisvar hjá sama manninum. Það var þetta ekki ferðinni þegar það sprungu hjá þau 3 hjól, en það myndi enginn eftir því kannski hvernig þetta gekk á öðru leyti. En svo til dæmis hæsti hiti sem að mældi sér Reykjavík í maí, hann var 20,2 gráður. Já, sem vel yfir því sem að stundum mælist allt sumarið í borginni. Það samt orðið óvanalega, það sko metið fyrir Reykjavík yfir 25 gráður, 25,2 gráður ef maður rétt. Sem var 2004. Já, það var mjög heitt 2004, svo kom önnur bylgja 2000, nú fór ég með það. Ég vil ekki giska á það en það mesti hittin þar hefur farið yfir 25 stig, sko. En á Akureyri þá mældist hlýjast í maí, 17. maí, á þjóðhátíðardegi Norðmanna, að þá fór hittin í 24,2 gráður. Og þarna erum við að tala sjálfa hitabylgjuna, og 20 gráður í Reykjavík erum við að tala í tengslum við hitabylgju sem er í maímánuði. Og síðan ef við höldum áfram og leikum okkur sko að úrkomu magni, það alltaf minni úrkomu fyrir norðana magni til. Það bara fast þannig, sko. Og þar var úrkoman 34,6 millimetrar á þessum 12 dögum sem að úrkomu var. En í Reykjavík þar var úrkoman ekki 37 millimetrar, heldur 48,5. Og síðan má benda á að sólskinstundir fyrir Reykjavík og Akureyri voru nánast að sömu í maí. Þannig að það var hallað ekki á neitt þannig laga séð. Og raunar það þannig að maí núna 2025, hann hlýjasti maí frá upphafi mælinga. Þannig hann eiginlega alveg, hann startaði sumrinu með afgerandi hætti, og við erum svolítið að hanga á því þegar við erum að halda því fram að sumrið hafi verið svo rosalega gott. Já, við kjósum að muna það. Já, við kjósum að muna það og við skulum bara gera það, það er bara allt í lagi. Líka því að það lengdi sumarið svo mikið miðað við það sem við erum vön. Það er akkúrat málið, og það er það sem ég ætlaði að segja næsta, er að það sem að kannski einkenndi þetta sumar var einmitt hvað það var langt. Því það kemur hitabylgja í maí, það kemur hitabylgja í ágúst og reyndar í júlí, svona smekksatriði, hvort við kallum það hitabylgju, og svo koma mjög hlýir dagar í september í hægviðri, og þetta sumar hefur verið hægviðrasamt, almennt séð. Ef undan skilið þetta hret sem kom sérstaklega fyrir norðan, þarna 3. og 4. júní, og þá var sem dæmi að meðalhitinn á Akureyri, hann var ekki nema 10,1 gráða í júní, í júní 10,1 gráða, og ef við skoðum hæsta hita dagsins, að þá var hæsti hiti dagsins að meðaltali 15 stig. Þetta er svona, la getur við sagt. Það koma þarna kuldi þarna í júní sem að við erum eiginlega munum svolítið eftir. Og lækkar gæði meðaltalsins. Lækkar nefnilega gæði meðaltalsins og gerir hlutina lægri. Og þú sér það að þá meðalhitinn, meðalhámarshitinn, hann er
11,7, hann er 12,6 á Akureyri hitinn í hérna meðalhiti 12,6, já, sem sagt kringum 18 stig getum við sagt. Að það er meðaltal hámarkshita. Það þýðir þó ekki að einhver dagur hafi verið hlýjastur. Það var hlýjasti dagurinn á Akureyri til dæmis, já, það var nú ekki svo illa hátt. Það var á réttum 18 stig. Það er og hérna og er frekar lágt. En í Reykjavík þar voru úrkomudagar 15 og mest síðari hluta mánaðarins en svo fer hitinn mest í 16,1 gráðu. Það er bara ekkert spes, sko. Nei. Þannig að við getum meira sagt sem svo, við getum afgreitt júnímánuð sem bara kaldan mánuð. Við skulum bara gefa hann einhvern að hann hafi verið kaldur og fremur kalt á öllu landinu. Það var ekki bundið bara við Akureyri, ekki bara við Reykjavík. Það var almennt kalt á landinu og þetta var svona leiðilegur júní á mörgu leyti. Það sem pirraði fólk tók ég eftir var að þeir sem eru að elta veðrið, það verður oft svo erfitt að elta veðrið og þegar að þú einn dag í rigningu, svo kemur þurrkur, svo kemur einn dagur rigningu og annar í þurrki, þannig að þetta verður óttalegt vesen. En það er samt sem áður verður nú að viðurkennast að sko, það munar mjög miklu þó þú sett í sólarleysu ef þú ert ekki miklu vindi. Já. Og ef þú ert í alveg, það kom alveg svoleiðis dagar þar sem að menn fannst bara 11 stig vera bara fínt. Já. Þó að það væri langt í frá sem að við eigum að venja okkur á og þá venja okkur á eða við erum orðin vön, skulum við segja frekar. Það er þannig og ég myndi segja sko að þetta norðanhret hafi gefið upp taktinn 3. og 4. júní með hvernig júnímánuður fór. Hann var bara mislukkaður að mörgu leyti en átti góða daga og það er auðvitað það sem að menn eru að vísa í að þeir hafi þetta verið gott sumar að júnímánuður hann sker sér mikið úr. Ef við lítum aðeins á ágúst og ganni það var náttúrulega sko það sem að minnist frá ágúst, það er skítaveður verslunarmannahelgi. Já, það er alveg rétt. Það sennilega hefur áhrif á viðþorf einhverja. Akkurat sko. Þetta er nú einn punktur sem mætti nú alveg ræða og ef við höfum tíma að sko þegar að veðurfræðingur er að spúti spá fyrir stórhátíð þar sem að fólk er í tjöldum að það er ekkert grín sko. Það er bara mikil ábyrgð, mikil peningar, hagsmunir, gríðarlegir peningarlegir hagsmunir og maður hefur fengið það framann í sig að þú bara eyðilaðir hátíðina. Þú talaði eins og bara maður sjálfur hafi bara verið þarna og reynt að gera allt til að eyðileggja en það var aldrei ekki þannig en það var virkilega vosbúð af verstu gerð þar sem saman fór mikið magn af vatni og hvass vindur og þetta er náttúrulega alveg ferleg tíðarfar til að standa í útilegu. Þetta við myndi enginn setja niður tjald þar eða tjaldhæl nema bara að því að þarna var hátíð í bæ og síðan fannst sumum að þetta hefði gengið hratt yfir og allt orðið betra á eftir og það má alveg færa fyrir því rök, þetta var ekki endalaust vonsku veður en þessar hátíðir, þær gera sko spurningin er alltaf þessi sko, maður er alltaf með þessa spurningu í bakhöndinni eða bakveirað hvenær áttu að gefa í og hvenær áttu ekki að gefa í og þá er ég að meina það að ef að ég sé að spár eru allar eins, það eru allar samkeyslurnar eru allar eins að þær gefa þetta til að ætla að þetta verði niðurstaðan þá gefur maður bara í
og þá fær það alveg sama þó einhver leiðin á reikningi minn að ég ræði ekki veðrinu sko. Þannig að og enn síður bankinn minn sem betur fer og ég segi þetta bara í gríni en það var, hann þekktur fyrir það en hann enga síður mjög þekktur fyrir annað þessi mánuður og þar nálgaðist það mest að það yrði sko mestur hiti sem mælst hefur á Íslandi. Hann 30,5 gráður 22. júní 1939. Já, ansi langt síðan. Ansi langt síðan, sko. Þarna í ágúst, það var nánar tiltekið, sko, hvar var ég nú með það skrifað, á Hjarðarlandi Biskupstungum, minnum mig að ég hafi verið með, það var fyrirgefið, það var á Egilsstöðum, það var 29,7 gráður og 29,7 og 30,5 það orðið ansi stutt á milli og það það eiginlega var næst í að slá með sem sagt Íslandsmet og líka hitt að þetta var í nokkra daga sem það var hlýtt í marga daga þannig að ágústmánuður var alveg príma mánuður. En það bara tímaspursmál hvenær þetta eldgamla hitamet fellur að hitin fer hér í 31 gráðu telurðu? Já, við það reyndar verður að viðurkennast eins og að það var hita tímabil, það var sem kallað þetta að þetta hafi verið svona hitabilgju lofslag sem að kom yfir landið þarna 30-60 cirka. Já, 30-60 svo var aftur að kólna og þá var menn að tala ísöld og allt þetta þessu en það var 30,5 gráður og það má kannski geti framhjálaupi að kaldast á landinu var 38,5 stiga frost á Grímsstöðum og Fjöllum og þar erum við líka í smá vanda, við erum í bobba þar líka vegna þess að kvikasilfrið sem í mælunum, kvikasilfur einu málmurinn sem vökvi við stofuhita en hann líka frýs í 39 stiga frosti og þegar þú komin í 38,5 stiga frost þá ekki víst að sé mikið eftir til þess að breytast sko. En það getur vel verið að hafa verið kaldara þannig að svona hörku eigum við nú kannski ekki endilega að vona og ég allavega að vona að það verði ekki sko. En ágústmánuður verður hann þekktur fyrir það að hann svona hlýjastu frá upphafi mælinga og reyndar hann á pari við ári 1933 minnum mig og á pari við þann og þannig að ég myndi segja sko maí, júlí, ágúst þetta voru sumarmánuðirnir þeir stóðu júní ef við tökum hann aðeins til hliðar og þá erum við bara í þokkalegum málum með þetta sumar en það því verður ekkit ég held að það sé ekki hægt að neita því að júní mánuður hann fór forgörðum svolítið en svo var eitt sem engjandi samt sem alltaf eitthvað jákvætt við allt sko, það þetta að við fengum betra veður oft á helgum heldur en virkundum og það nefnilega líka til í sögunni að við fáum gott veður á vinnudögum en leiðinda veður helgar og það finnst fólki síðra. Það súrt, en manni finnst líka stundum sko, kannski það bara þegar maður í góðu skapi og allt gengur vel í kringum hann en mér stundum finnst það eins og að rigni frekar á nóttunni eftir ég flutti að norðan á höfuðborgarsvæðið að úrkoman falli á góðum tíma. Já, það alveg rétt. Það þannig að þegar á kvöldin þá kólnar og rakaþétting verður meiri og þá dugir rakin oft til þess að það verður rigning úr öllu saman og síðla nætur getur verið bara myndalegir skúr og myndalegar skúrir, ég vil hafa þetta kvennkynsorð. Ég líka. Já,
og það eru margir farnir að segja skúr eins og þetta sé einhver skúr út í garði eða... Það sem verst að það búið að banna okkur sem viljum hafa þetta kvenkynsorð að leiðrétta hina. Það er í jöfnulagi. Það er í jöfnulagi, já, við megum ekki leiðrétta, nei. En ég ólst upp við skúrin, það er skúrinnar. Hún skúrin. Já, hún skúrin. Og og þannig að við getum eiginlega svona, ég vil gefa þessu einkunn, ég myndi bara leyfa mér að gefa þessu sumri einkunn. Ég ætlaði að spyrja. Já, það var, mæ var góður, hann var prímagóður, júni var lélegur, júli var alveg bara mjög þokkalegur og þá er ég að tala heilt yfir, það tekur ekki að nefna einstakar tölur, það breytir ekki neinu, fóru yfir 20 stig þann dag, nokkra daga þá og ágúst var ekstra góður. Frábær. Og það var einmitt þá, ég fekk með þess að var í viðtali í frétta á einhverjum sjónvarpsmiðlunum, þá var spurt er sumari búið? Það kom þarna rigningardagur þarna rétt eftir mánaðamótin júlí, ágúst. Er þetta búið? Nei, ég vildi nú meina að það væri alls ekki búið því að ágúst er nefnilega misskilinn mánuður. Hann er misskilinn á svo margan hátt. Það sem gerir hann haustlegan, það er myrkrið. Hann er oft hlýrri heldur en júlí og hann er oft aldeilis ekki síðri heldur en aðrir mánuðir en það er myrkrið sem að leið og myrkrið fer að koma. Þá er eins og fólk fara að segja já, nú er haustið bara komið. Ef það gerir rigningadag eða gerir hvassviðri, málið er bara það að alvöru lægðir, þær verða ekki til við þær aðstæður þó við getum fengið, það er allt til í náttúrunni, en almenna reglan er svo að það er engar haustlægðir, alvöru haustlægðir eins og við fengum núna fyrir skemmstu. Það var allt vitlaust í samfélaginu þegar Vera Illugadóttir og Helgi Seljan lýstu því yfir í byrjun ágúst í morgunþætti Rásar 1 að sumari væri búið. Já, það voru skrifaðar fréttir með reiðu fólki sem að sagði, nei, þetta gengur ekki. Nei, nákvæmlega, þetta er náttúrulega, svona segir maður ekki, sumir er að byrja sumarfríið sitt og eru bara úthlutaðir ágúst og það er leiðinlegt að fá þær fréttir beint framan í sig að þetta sé allt búið. Mér fannst bara síðast dagurinn í gær, sunnudagurinn frá 12 til 16, það var bara stórkostlegt sumarveður og hlýtt. Já, akkurat. Ég var í gönguferð með fram sjónum og það var bara hlýgóla og ennþá alveg þessi sumarfílingur. Þannig að það dugar ekki að slátra því í ágúst, íslenska sumar. Nei, aldeilis ekki og það við meðum ekki gleyma eins og þú reyndar myndist á fyrir viðtalinu árið 2004, þá var hitabylgja í marga daga í ágúst 2004, þannig og það síðan hafa komið aðrir eins svipaðir svona inn á milli, þannig að það er og fyrir nú utan, sjáðu þetta berin sem þá eru í algleymingi. Geta farið til berja, haft nóg að gera í ágúst, annað bara sitta og horfa á sjónvarpið og geta farið út að veiða ber eða tína ber, segjum við nú víst. Nefnum þú viljir veiða það? Já, nefnum ég vilji veiða það. Tína, bæði berin og svo náttúrulega laufið fer ekki að gulna fyrir að fer að verða frost. Já. Og þá náttúrulega eru berin, en svo kom einu sinni frétt í sumar, það hefur verið mælst frost á einum stað, eitthvað 0,5 gráðu frost, þá mega menn ekki gleyma því að þetta getur verið, það eru svo kallar lágmarksmælar og þeir mæla það sem hitinn verður lægstur af hverjum sólarhring og það er lesið á honum, en það segir ekkert til hvort að frostið var í 1 mínútu eða 5 mínútur eða klukkutíma, það segir ekkert það. Þannig að það er ekkert víst að ber skemmist þó það geri hálfar gráðu frost í 10 mínútur. Það er ekkert endilega þannig. Og núna er ennþá töluvert lauf eftir á trjánum sem segir manni það er að nálgast mánaðamót að þetta hefur verið frekar hagfellt undanfarið. Algjörlega. Þetta hefur verið frekar hagfellt með þessum útidúr sem við nefndum og einhvernig sem ég ætlaði að gefa var sem sagt að þetta einhvern fær 4 af 5 mögulegum. Sem er þá 8 ef það væri hægstætt að fá 10. Já, það væri 8 hægstar á 10, og þannig einhvern gef ég þessu sumri þegar búið er að rýna í þessar tölur reynda að fara náttúrulega aðeins svona innum annað út hitti á fólki að
og mér þar á meðal einstaklega sem að man ekki allar þessar tölur þó maður reyna að muna en hérna, já, þetta er bara príðis sumar yfir heilt yfir tekið og ég veit ekki hvort ég á að finna eitthvað eitt orð er ekki útlenska að segja príma? Jú. Það er útlenska, það má maður ekki segja príma. Jú, þú mátt það alveg. Við megum alveg stundum hérna. Þetta var alveg mjög gott sumar. Það var með ákveðnum útudúr og hann mun alltaf setja svip sinn á þetta í sögulegum samhengi en sumarið í heild var gott. Veður áhuginn hjá þér alltaf svo sami? Já, hann fer aldrei, ég held að það sé bara eins og, sko, þegar ég erlendis þá maður að skoða veðurspár fyrir Ísland, sko. Maður situr þar og teikna kort og reynir átt að sjá hvernig veðrið er. Þetta er bara einhvers konar, þetta er bara ef maður lærir eitthvað, þá hefur áhuga á því. Þú væntanlega fer ekki að læra eitthvað sem þú hefur engan áhuga á. Voru þetta ekki skemmtilega ár þegar þú varst í sjónvarpsmennskunni, manstu hérna þegar þú varst næstu í fókin á Svölunum fyrir norðan í beinu útsendingunni á Akureyri? Já. Sigmundur Ernir var að segja að hann var að vonast til þess að þú myndi fjúka því að það er svo stór frétt að veðurfræðingur myndi fjúka beinu útsendingu. Það er alveg rétt, sko. Það hefði verið stór frétt þá en það var nú líka frétt sem var aldrei frétt að ég var einu sinni í útsendingu og þá sé ég að vindhraðamælindir Hafnarfjalli hann sýnir 66 metra á sekundu. Hvað? Og hérna svo líti ég á 10 mínútum seinna þá er bara logn. Nú. Og hérna þá fauk mælirinn. Vindhraðamælirinn fauk. Þannig að hann gafst upp í 66 metrum. Og hérna svona maður er ekki vilja að vera á ferð þar? Nei, það er bara lífshættulegt ástand, sko, og bæði á sjó og landi er það bara lífshættulegt ástand því að þú stendur ekki í 66 metrum, þú átt alveg nóg með þig sjálfan í 30-35 en þegar þú farin að verða eins og flagg á flaggstöng, sko, hangandi í staurum að þá ertu náttúrulega komin yfir allt sem að eðlilegt getur talist. Gísli Sigurgeirsson fréttamaður fyrir norðan, hann hékk einu sinni í ljósastaur til að sýna hvað væri mikil snjór á Dalvík en það var ekki út af neinu öðru en því. Man eftir því en svona, áhuginn hann fer ekkert og maður er alltaf eitthvað að bauka, sko, en svo er náttúrulega alls konar verkefni innan veðurfræðina sem alltaf er nóg að gera í, sko. Það er, ég meina, fólk vil ennþá vita hvernig veðurspár verða. Menn er ennþá að búa til kvikmyndir í alls konar veðrum, menn er að ferðast til skoða norðurljós í alls konar veðrum og vilja, þá hringja þeir gjarnan og vilja fá að vita hvar get ég séð norðurljósin, hvert þarf ég að keyra. Það er alls konar svona hlutir sem maður er að glíma við og reyna, þannig að þó maður sé ekki á skjánum. Þetta var frábær tíma á skjánum að þú spurður það. Þetta var skemmtilegu tími en allir góðu tímar taka enda líka. Já, þetta var náttúrulega mjög íþingjandi líka, mjög mikil binding. Þetta er ábærslega binding og hún er alltaf á matmálstímum. Og ég hef búin að vera í 16 ár. Pressa á þér að vera skemmtilegur og alveg Já, það var ég hef aldrei vilja vera þannig að ég sé að draga alltaf upp, sko, eins og síðusti dagur þetta verði ekki fleiri dagar, sko, að þetta sé svo slæmt veður að ég vil reyna að draga fram það jákvæða í veðrinu ef það er hægt. En það er auðvitað þannig að veður eru þannig að það er ekki ástæð til þess að reyna að vera neitt sniðugur. Þá verður maður alvarlegur og út fann að tala 35-45 metri í kviðum og þú ert bara hérna rétt fyrir utan bæinn. Þá er það ekkert grín sá fyrir þann sem er þar að reyna að komast eitthvað áfram með sitt fellísi eða hjólísi eða hvað hann ætti því fyrir það fyrst ekki að vera með það á þeim stað en sá sem er komin í slíkar aðstæður hann hlær ekki, sko. En þetta er hættulegt. En þetta er einmitt svona, sko, þáttur í félagssálfræði að vera með jákvætt viðhorf gagnvart veðri. Það er hérna, ef maður svona gírar sig frekar í þá áttina þá held ég að skiptir máli. Það skiptir öllu máli og það skiptir svo miklu máli að eins og vorum að tala um í upphafi með unga fólki að ef að veðrið er alltaf dregið upp frekar þurrt og leiðinlegt þá er það ekkert inn
og þegar þú reynir að hafa hlutina einfalda, skýra og á léttum nótum, þá nærðu til fleiri og ég bara tek sem dæmi að það eru orð sem veðurfræðingar sem nota sem að vilja vera mjög fræðilegir og beita sér á þann hátt en hvað heldur að séu margir sem viti hvað lægðadrag og hvað hæðarhryggur og hvað stinningsskóla eða stinningskaldi þetta eins og að þú myndir spyrja á prófi hvað kaldi þá allir myndi ekki helmingurinn segja að það væri bara kalt og stinningskaldi væri bara enn kaldara en það aldrei ekkert svoleiðis þetta spurning vindhraða, 6 vindstig eða hvað vindhraða menn vilja nota og þannig að ef við erum með orð, ef við notum ekki orð sem enginn skilur dulvarmi, með þetta þannig bara allt í hug núna sko, ef við færum að nota svona orð þá myndum við bara slökka á sjónvarpinu sko. Ég heyrði vothita, talaði vothita einhvern tímann og einmitt sérfræðingurinn útskýrði ekki hvað vothiti. Vothitin það þarf alltaf að vera á mannamáli. Þetta þarf nefnilega að vera á mannamáli og ef menn ætla að nota slík orð að skýra þau þá út. Því að það eru mældir, það er svo margt mælt í veðurathugun. Votveður hitamælir sá sem hefur með svona pjötlu, blauta pjötlu yfir hérna kúluna og á mælinum og það er þá hitin niður við rakamettun. Þannig að það er þurri mælirinn, hann getur verið að sína hærri hita heldur en sá voti og votur hitamælir sé notaður meðal annars í þokuspár og annars slíkt og líka reikning á rakastígi og svo framvegis. Þannig að menn verða að nota orð sem að fólk svona sæmilega skilur sæmilega í það minnsta og auðvitað gerir það sæmilega en þú veist hvað ég er að meina það er að vera ekki að draga fram orð sem eða orð sem eru mjög góð íslensk orð en þau bara segja mann ekki neitt og þegar eða bylgja og skilum ég meina hvað segir það venjulega fólki ef það er eitthvað bylgja og skilum en það segir mér það að það er það lægði að fæðast og hún áttir að verða mögulega, svo vitum við ekki hvern hún verður, en hún þá er hlýtt loft að komast undir kalt loft og það eru átök í gangi sko. Það er svo ég ætla að segja kalt loft undir hlýtt, en það er það bara gengur stundum svolítið mikið á og það kallum við skil og skilin eru það sem eru skil á milli ólíkra gerða á lofti og þegar þau nálgast kalda loftið er þyngra og vill fara undir heita loftið er léttara og vill fara yfir og það gengur mikið á og það er mitt skil það sem við viljum aldrei vera við skilin, það er alltaf leiðilegast að verið. Takk fyrir þennan fróðleik, þetta síðasta sem þú sagðir, það mun gagnast mér. Já, það er gott að er. Og líka hitt. Já, vonandi allt saman einhvern tímann. Íslenska sumarið 2025, það fer 8. Það fer 8, já. Það er flott einhvern, það næri ekki að útskrifast með láði, en mjög bara fínt mót. Já, það er fyrst einhvern. Mjög fín fyrsta einhvern. Já, mjög fín fyrsta einhvern. Og nú er bara að sjá hvernig veturinn verður. Segðu. Þú ætlar ekkert að spá fyrir hann. Nei, ég vil nokkuð að vera að pyrra fólk. Og tekur ekki sénsinn á því? Ekki sénsinn á því núna, ekki alveg fyrir ég hef meiri í höndunum. Þá kannski banka ég í þig og segja þér að nú sé þetta skýrast. Akkurat. Kæra þakki fyrir þetta skemmtilega spjall, Siggi Stormur, og upplýsandi og fróðlegt. Takk fyrir að bjóða mér og alltaf gaman að hitta þig. Já, sömuleiðis. Og mér þetta væntum það núna. Þegar ég sá þig að ég þekkti þig leið náttúrulega, en við búin að vera það góðu vinir. Já, og langa sögu aftur. Og langa sögu aftur nefnilega. Í heimi fjölmiðlanna. Þá hefum ekki sést svona ekki alltaf auga fyrir auga. Nei, ekki alltaf reglulega. Ekki alltaf, ég fyrir norðan, þú fyrir sunnan. Nei, akkurat. Já, oft alveg. En kæri þakkir. Já, takk bara kærlega fyrir mig. Og haltu áfram að spá í veðrið og gangi vel í Hvívetna. Takk. Við erum þá að setja punkt við dagskrá Rauða borðsins hér í kvöld. Þökkum ykkur hlustendur og áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina og minnum á það að þið geti gerst áskrifendur að samstöðinni fyrir aðeins 2750 krónur
með því að fara inn á samstöðin.is og velja þar hnapp eða skrolli niður þar sem ástendur áskrift. Það ekki mikil skuldbindning með að við allt efnið sem við búum til fyrir ykkur og mér langar einnig að biðja ykkur að vera dugleg ef þið hafið jákvætt viðhorf gagnvart okkar framleiðslu að deila efninu Facebook, YouTube eða annar staðar og minna á að þið getið fylgst með okkar efni á spilarinn.is, útvarpi, vefmiðlum, sjónvarpi, við erum út allt. En þættinum er lokið í kvöld. Ég þakka tæknimönnum líka og viðmælendum öllum sérstaklega fyrir kvöldið. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.